Það sem ég ætla að gera hér á svona næstu 20-25 mínútum að fjalla Alþýðusambandið, uppbyggingu þess og hlutverk og verkefni skrifstofu sambandsins. Eðli málsins samkvæmt þá verður hér aðeins tæpt á því helsta og alls ekki farið í sögu sambandsins, enda ekki tími til þess hér. En það rétt að geta þess að Alþýðusambandið, það núna 102 ára og engin hreyfing á Íslandi eða aðili hefur haft meiri áhrif á uppbyggingu velferðar í samfélaginu og réttindi launafólks og allra alþýðu og Alþýðusambandið og aðildarsamtök þess. Því gerð ágætlega skil í sögu ASÍ sem að Sumarliði Ísleifsson ritaði og sem nú stendur til að sitja inn á vefinn og gera alla aðgengilega á næstu vikum. En meira það síðar. En hvað Alþýðusambandið? Alþýðusambandið eru stærstu og öflugustu heildarsamtök launafólks. Í Alþýðusambandinu eru núna 123.000 félagsmenn rúmlega og þar af 110.000 sem eru virkir á vinnumarkaði. Þetta eru í raun og veru ótrúlegar tölur í ljósi þess að á íslensku vinnumarkaði í heild sinni undir 300.000 manns. Alþýðusambandið fyrst og fremst samstarfsvettvangur landssambandana og stéttarfélagana sem að mynda Alþýðusambandið. Það vettvangur fyrir þekkingaruppbyggingu og stefnumótun í sameiginlegum málum aðildarsamtakanna og félagana eins og þau eru skilgreind á hverjum tíma. Og það aðildarsamtökin sem að skilgreina á hverjum tíma hvað þau telja vera sameiginlegt og hvað ekki og hvaða verkefni þau þá fela Alþýðusambandinu. Og það getur verið með mismunandi hætti frá einum tíma til annars. Alþýðusambandið kemur fram fyrir hönd aðildarsamtaka sinna í sameiginlegum málum, meðal annars gagnvart stjórnvöldum, atvinnurekendum og alþjóðlegri verkalýðshreyfingu og alþjóðastofnunum. Og það eitt af verkefnum Alþýðusambandsins og skrifstofu þess að veita aðildarsamtökum sínum margháttaða þjónustu og styðja við og efla þeirra eigin starfsemi. Og af hálfu skrifstofu Alþýðusambandsins lögð sérstök áhersla á það að við erum fyrst og fremst að þjónusta okkar aðildarsamtökum en ekki einstaklingum, vegna þess að það einstaklingarnir eru félagsmenn í aðildarsamtökunum þótt að þau þannig séu líka í Alþýðusambandinu. En við viljum sem sagt fyrst og fremst að fólk, hvort sem það VR, Efling eða Báran eða hvaða aðildarfélag sem það að þau náttúrulega líta fyrst og fremst á sig sem félagsmenn í þessum samtökum. Ef við aðeins reynum að átta okkur á því hverjir eru félagsmenn í Alþýðusambandinu og hvernig þeir skiptast upp í hópa, þá samanstendur Alþýðusambandið af 5 landssamböndum. Það Landssamband íslenskra verslunarmanna, það Rafiðnaðarsambandinu, Samin, Samband iðnfélaga, það Sjómannasamband Íslands og Starfsgreinasamband Íslands. Og síðan eru nokkur félög sem að eru með beina aðild að Alþýðusambandinu. Það þá félög sem að eru landsdekkandi. Og á þessari töflu þá sjáið þið hvernig félagsmönnum var skipt milli þessara sambanda eins og það var í byrjun þessa árs. Og þið sjáið þarna að það hafa sérstaklega verið stungin út svona ákveðin félög eða samband félaga, VR sem að langstæðst okkar aðildarsamtaka og síðan Flóabandalagi sem að hefur samanstaðið að Eflingu, Hlíf og Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og Stéttarfélagi Vesturlands og síðan
getum þarna 3 af stærstu landsfélögunum með beina aðild. Eins og ég sagði áðan þá eru félagsmenn í Alþýðusambandinu ríflega 123.000 í þessum 5 landssamböndum, auk félaga með beina aðild, en í Alþýðusambandinu öllu eru 48 aðildarfélög og sum félaganna eru deildaskipt á eftir starfs- og atvinnugreinum, þannig að í sama félaginu getur verið þá deild almenns verkafólks, það getur verið deild verslunarmanna, það getur verið deild iðnaðarmanna og þannig mætti áfram telja. Félagsmenn Alþýðusambandsins eru flestir á almenna vinnumarkaðnum, þar að segja starfa hjá þá einkafyrirtækjum og fyrirtækjum og stofnunum á almennu vinnumarkaði, en við erum einnig með fjölda félagsmanna sem að starfa hjá ríki og sveitarfélögum og reyndar Alþýðusambandið annað stærsta samband opinberra starfsmanna á eftir BSRB. Í Alþýðusambandinu eru fleiri opinberir starfsmenn heldur en til að mynda í Kennarasambandinu eða BHM. Við erum bæði með staðbundin félög og landsfélög og eins og sagði áðan að þá eru félagsmenn virkir á vinnumarkaði 110.000. Og ef við skoðum vinnumarkaðin í heild sinni, með þá Alþýðusambandinu og öðrum samböndum og félögum sem eru utan Alþýðusambandsins, að þá eru það bil 80% eða ríflega 80% af öllu launafólki á Íslandi, það í einhverju stéttarfélagi. Þetta hærri tala en við þekkjum í nokkru öðru Evrópulandi og reyndar þótt víðar væri leitað. Og það alveg ljóst að með því að vera með þennan mikla fjölda og dekka nánast allar atvinnu og starfsgreinar, að þá felst mikið afl í verkalýðshreyfingunni þegar hún vill beita því og mikil áhrif. Þar til viðbótar höfum við síðan lögin númer 55 frá 1980 sem að segja að jafnvel þeir sem eru utan stéttarfélaga að þeir eigi engu að síður að njóta þeirra starfskjara og launa sem að samið í kjarasamningum. Þannig má segja að nánast allt launafólk á Íslandi þá dekkað af kjarasamningum. Ef við skoðum valdið í Alþýðusambandinu, þá æðsta valdið þingi Alþýðusambandsins, sambandsþinginu. Það kemur saman annað hvert ár og núna næst verður það 24. til 27. október. Aðildarfélögin þau kjósa 290 fulltrúa á þingið í samræmi við stærð þeirra, það að segja þingfulltrúum úthlutað í samræmi við stærð aðildarfélagana og þar til viðbótar að þá hefur ASÍ Ung heimild til þess að senda 9 þingfulltrúa, en það fjöldi þeirra sem í stjórn ASÍ Ung. Það árið sem að þing ekki haldið, þá haldinn formannafundur. Það þá formenn aðildarfélaga og deilda aðildarfélagana sem að koma þá saman og þannig þá vettvangur stefnumótunar og samráðs, þótt að það sé ekki beint formlegt ákvörðunarvald að ræða, það jú hjá þinginu. Þar til viðbótar eru síðan haldnir óreglulegir formannafundir ef að þessi sérstaklega krafist eða nauðsyn ber til og eitt dæmi það formannafundurinn sem var haldinn núna í lok febrúar þegar verið var að taka afstöðu til þess hvort að segja upp kjarasamningi eða ekki. Miðstjórn kosin á þingi Alþýðusambandsins. Þar kosin forseti, 1. og 2. varaforseti og síðan 12 aðrir fulltrúar í 15 manna miðstjórn sambandsins og miðstjórnin hún fer þá með valdið í Alþýðusambandinu á milli þingana. Tengt miðstjórn síðan málefnanefndir Alþýðusambandsins, en það 10 málefnanefndir sem skipað af fulltrúum miðstjórnar, landssambanda og síðan einu fulltrúa félaga með beina aðild. Og það hlutverk málefnanefndanna að bæði leggja upp varðandi stefnumótun og
og ákvörðunartöku og síðan að fylgja því þá eftir. Við erum síðan með ASÍ Ung. Það er stjórnskipuð 9 fulltrúum félagsmanna aðildarfélaga Alþýðusambandsins og þau halda sitt þing á 2 ára fresti, sama ár og sambandsþing Alþýðusambandsins og þeirra þing verður núna 14. september næstkomandi. Og fulltrúar ASÍ Ung hafa heimild eða fulltrúi til þess að sitja fundi miðstjórnar með málfrelsi og tillögurétt. Loks má nefna samninganefnd ASÍ. Samninganefnd ASÍ er ekki formleg stofnun en byggir á samstarfssamningi sem aðildarsambönd Alþýðusambandsins hafa gert með sér. Í samninganefndinni hafa setið forseti formenn landssambanda og síðan formenn VR og Flóans og fulltrúi félaga með beina aðild. Hvort samninganefndin starfar og hvert hlutverk hennar er ákvörðun sem er tekin hverju sinni og til að mynda liggur í sjálfu sér ekkert fyrir það hvort að samninganefndin verði starfandi og þá hvaða hlutverk hún kunni að fá núna við næstu kjarasamningagerð. Ef við skoðum svona stefnumótun og málefnavinnu hjá Alþýðusambandinu, þó eins og ég sagði áðan, það þingið sem að móta stefnuna og leggur stóru línar annað hvert ár. Miðstjórn ber ábyrgð á að undirbúa þingin og framfylgja ákvörðunum þeirra og fer með æðsta valdið á milli þinganna og hefur þá í raun yfirstjórn líka þá skrifstofu sambandsins og það er til að mynda miðstjórn sem ákvað það með hvað hætti við myndum undirbúa sambandsþingi núna með þessum hringferðum og samræðum við félagsmenn aðildarsamtakanna sem að þið kannist við. Við erum síðan með málefnanefndirnar sem ég nefndi hér áðan sem að eiga að hafa frumkvæði að málefnavinnu og vinna síðan samkvæmt samþykktum þinga og miðstjórnar Alþýðusambandsins. Málefnanefndirnar okkar eru alþjóðanefnd, atvinnumálanefnd, jafnréttis- og fjölskyldunefnd, efnahags- og skattanefnd, lífeyrisnefnd, menntanefnd, skipulags- og starfsháttanefnd, umhverfisnefnd, velferðarnefnd og vinnumarkaðsnefnd. Og síðan hefur skrifstofa Alþýðusambandsins það hlutverk að fylgja ákvörðunum eftir í daglegu starfi, undirbúa mál og þjónusta félagslegar stofnanir Alþýðusambandsins og aðildarsamtökin. Alþýðusambandið kemur fram fyrir hönd ekki bara aðildarsamtaka Alþýðusambandsins, heldur líka oft á tíðum fyrir samtök launafólks í landinu öllu. Þannig kemur Alþýðusambandið fram gagnvart Alþingi með því að veita álit og leggja mat á þær tillögur sem að þar liggja fyrir, gefa umsagnir lagafrumvarp og koma fyrir þingnefndir til þess að gera grein fyrir þá afstöðu verkalýðshreyfingarinnar og þeim áherslum sem hún hefur í viðkomandi málaflokkum. Þar náttúrulega mest að ræða það sem að varðar launafólk með beinum og óbeinum hætti, félagsmál og félagsleg réttinda ýmsu tagi og síðan að sjálfsögðu það sem að tengist vinnumarkaðnum. Alþýðusambandið kemur fram gagnvart stjórnvöldum með þátttöku í samningu lagafrumvarpa. Ég nefni nú bara nýjasta dæmið, það eru lögin sem voru samþykkt núna í vor útsenda starfsmenn og starfsmannaleigur, þar sem að við fengum inn í fyrsta skipti í keðjuábyrgðina. Ég þurfti aðeins að slökkva hér á einhverju sem hafði ekki slökkt á mikrofónunum sínum. Við eigum aðild að stjórnum og nefndum og ráðum fyrir hönd launafólks sem varða vinnumarkaðinn og hagsmuni þess sérstaklega. Dæmi það eru stjórn vinnueftirlitsins, stjórn vinnumálastofnunar, stjórn atvinnuleysistryggingasjóðs, fræðslusjóður, ILO eða Alþjóða vinnumálastofnunin, jafnréttisráð og þannig mætti áfram telja. Alþýðusambandið kemur fram gagnvart samtökum atvinnulífsins varðandi uppbyggingu og samskipti á vinnumarkaði almennt og síðan varðandi þau sameiginlegu mál sem að aðildarsamtökin
skilgreina sem sameiginlega á hverjum tíma eins og ég nefndi hér áðan. Það liggur fyrir samningur aðildarsamtakanna varðandi Evrópureglur þar sem að Alþýðusambandinu hefur verið falið að hafa forystu og vinna að innleiðingu eða gildistöku þeirra Evrópureglna sem að þarf að innleiða hér á íslenskan vinnumarkað. Við erum í samstarfi menntamál og þannig mætti áfram telja. Við kemum fram gagnvart öðrum samtökum launafólks og félagasamtökum eins og BSRB, BHM, KÍ, samtökum eldri borgara, Öryrkjabandalaginu, Neytendasamtökunum og öðrum almannaheillasamtökum og það gjarnan þannig, sérstaklega þegar nær dregur kjarasamningum eða þegar einhver stórmál eru upp á Alþingi sem að varða þessa aðila að þá leita gjarnan liðsinnis Alþýðusambandsins að ná fram sínum málum og hagsmunum. Við eigum samskipti við ýmsar aðrar stofnanir samfélagsins eins og Hagstofuna, Íbúðalánasjóð og þannig mætti áfram telja og síðan erum við fulltrúar í alþjóðlegum heildarsamtökum launafólks og alþjóðastofnunum. Við höfum með að gera stefnumótun og samningagerð á norrænu vettvangi og Evrópuvísu og síðan í alþjóðlegri réttindabaráttu launafólks. Það hefur mikil áhersla verið lögð á undangengin ár að byggja upp Alþýðusamband og skrifstofu þess sem svona þekkingarmiðstöð og þekkingarmiðlara bæði til aðildarsamtakanna og út í samfélagið. Þarna skipta málefnanefndir miðstjórnar að sjálfsögðu mjög miklu máli. Þær eru mikilvægir þekkingarbrunnur og vettvangur fyrir samstarf, skoðanaskipti, stefnumótun og þróun. Þar kemur saman sú þekking sem í viðkomandi málaflokkum meðal okkar aðildarsamtaka sem að leggja þau þá í púkkið en á sama hátt að þá hugmyndin sú að vinna málefnanefndan og það sem það kemur fram skili sér þá aftur til aðildarsamtakanna. Skrifstofa ASÍ hefur síðan sett sér að byggja upp mikla hæfni í efnahags-, atvinnu- og kjaramálum, varðandi vinnurétt og á sviði lögfræðilegra álitaefna varðar launafólk, varðandi félagsjafnréttis, mennta- og vinnumarkaðsmál og síðan þekkingaruppbyggingu og fræðslu fyrir það sem við köllum talsmenn launafólks, það að segja stjórnir aðildarfélagana, starfsmenn, trúnaðarmenn og aðra þá sem að vinna á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar og eru í raun og veru talsmenn hennar bæði inn á við og út á við. Þá leggur Alþýðusambandið ríka áherslu á yfirgripsmikla þekkingu á alþjóðamálum og þá sérstaklega það sem að snýra Evrópusamvinnu og hagsmunum launafólks og að efla þekkingar og upplýsingamiðlun til aðildarsamtakanna og samfélagsins alls. Þetta á að endurspeglast í skipuriti fyrir skrifstofu Alþýðusambandsins sem að ég ætla nú ekki svo sem að dvelja mjög lengi við. Þið sjáið þarna valdauppbygginguna, þingið, miðstjórn og síðan forsetans sem að fer svona með hina daglegu stjórn, framkvæmdastjóra og rekstur skrifstofu, alþjóðastarfið og síðan deildirnar sem að Alþýðusambandið eða skrifstofan samanstendur að, það að segja lögfræðideild, hagdeild, félagsmáladeild, MFA og fræðsludeildin og síðan upplýsinga- og kynningadeildin. Starfsmenn Alþýðusambandsins eru núna það bil 20. Það eru sérfræðingar á ýmsum sviðum sem eiga endurspegla þessar áherslur sem ég nefndi hér áðan. En síðan eru við líka með kjarnastarfsmenn sem að halda utan reksturinn og tryggja það að skrifstofan og þjónustan við aðildarsamtökin séu eins og best verður á kosið. Ef við lítum aðeins á hver svona þjónusta ASÍ við aðildarfélögin og samböndin og hér getur ég aðeins svona drepið á það helsta. Þá í fyrsta lagi áhersla á almenna, víðtæka og kerfisbundna þekkingar og upplýsingamiðlun til aðildarsamtakanna
og félagsmanna þeirra. Það gerum við í gegnum vefinn okkar og ég vil hér sérstaklega nefna vinnuréttarvefinn, en það má segja að vinnuréttarvefur ASÍ sé helsti þekkingabrunnur þegar að kemur að vinnurétti á Íslandi. Og það þannig, og ég veit það að aðilar langt fyrir utan Alþýðusambandið nýta sér vinnuréttarvefinn þegar þeir eru að leita upplýsinga túlkun á lögum og kjarasamningum og annað það sem að varðar vinnumarkaðinn. Þetta skiptir okkur máli vegna þess að það þýðir þá að okkar sjónarmið og okkar túlkun og okkar nálgun, hún kemst þá að víða, meðal annars í dómskerfinu og annar staðar. Og þetta hefur sannarlega skipt okkur miklu máli. Nú við erum með útgáfu af ýmsu tagi, greiningar og upplýsingarit, myndbönd, fjarfundarerindi eins og þetta sem að við erum að hlýða á núna. Við erum með okkar félagslega fræðslu í gegnum Félagsmálaskóla Alþýðu, til stjórna, starfsmanna, stéttarfélaga, trúnaðarmanna og almennra félagsmanna eins og ég sagði áðan, svona til talsmanna verkalýðshreyfingarinnar og launafólks. Við vitum líka sérhæfðari og sértækari þjónustu og aðstoð við aðildarsamtökin, við undirbúning kjarasamninga og aðstoð og ráðgjöf við kjarasamningagerð, túlkun á lögum og kjarasamningum og aðstoð varðandi úrlausn í ágreiningsmálum, verkefnastjórn og ráðgjöf varðandi vinnustaðaeftirlit, einn rétt ekkert svindl, nefni ég hér. Við getum líka nefnt ýmiss konar greiningavinnu og útgáfu hagdeildarinnar. Við getum nefnt forystu varðandi ýmsa þætti jafnréttismála eins og forystuna við gerð og framkvæmd jafnlaunastaðalsins sem að nú mikið í deiglunni, og síðan almenna ráðgjöf og leiðbeininga sérfræðinga á skrifstofu ASÍ til aðildarsamtakanna og starfsmanna þeirra varðandi þau mál sem upp koma. Og eins og ég nefndi hér áður, skrifstofa ASÍ þjónustar almennt ekki einstaka félagsmenn aðildarsamtakanna þótt að þeir séu ekki gerðir svona brottarækir héðan ef að þeir leita til Alþýðusambandsins, heldur leggjum við áherslu á að þeir hafi samband við sitt stéttarfélag og ef síðan félagið óskar eftir þá aðstoðum við það við ráðgjöf úrlausn mála einstaklinga. En fyrst og fremst eru einstaklingarnir félagsmenn í viðkomandi stéttarfélagi og við viljum helst að þeir þá leiti sinna þjónustu í gegnum félagið og við þá styðjum þá og styrkjum eins og við getum. Ég nefndi hér alþjóðasamstarfið. Ég geri það vegna þess að það náttúrulega mjög mikilvægur þáttur í starfsemi okkar og hefur farið vaxandi. Við erum í samstarfi við norræna félag okkar á hinum Norðurlöndunum efnahags- og kjaramál og svona sýn á samfélagið. Við erum í samstarfi á Evrópuvísu í gegnum Evrópusamtök launafólks. Það skiptir okkur mjög miklu máli vegna þess að margar af þeim reglum sem að teknar eru upp á íslensku vinnumarkaði eru upprunnar frá Evrópu, þannig að við leggjum áherslu á bæði að reyna að hafa áhrif á þær reglur sem þarf verða til og þá mjög gjarnan með okkar norrænu félögum vegna þess að Norðurlöndin þegar þau koma saman þá hafa þau sterka rödd bæði á Evrópu og alþjóðavísu og síðan náttúrulega fylgja því eftir að þær reglur sem að hér þarf að innleiða að þær séu innleiddar með sem bestum hætti út frá hagsmunum launafólks. Og við erum síðan í alþjóðasamstarfi og eigum aðild að alþjóðasamtökum launafólks. Þar erum við kannski fyrst og fremst að veita stuðning gagnvart verkalýðshreyfingu og launafólki í þriðja heiminum í þeirra mannréttindabaráttu. Enda lítum við þannig á að mannréttindabaráttu á launafólks gjörvallan heims sé okkar mál og varði okkur og við höfum þar skyldum að gegna. Þannig að það má segja að við erum í samstarfi á alþjóðavísu aukin réttindi og bættan hag launafólks á Íslandi en leið í heiminum öllum. Svona að lokum aðeins grundvöll Alþýðusambandsins og íslenska verkalýðshreyfingar. Ég vísaði áður í
söguna sem hann sumarliði skrifaði og er áhugaverð og ég bendi ykkur endilega á að kynna ykkur. En þar kemur glögglega fram að íslensk verkalýðshreyfing á sér norræna arfleifð. Þannig er það og þannig var það að við höfum lagt áherslu á norræna samfélagsgerð, enda byggir hún á grundvallarsýn verkalýðshreyfingarinnar lýðræði, lýðréttindi og réttindi launafólks. Hún byggir á hugmyndinni öflugt og leið skilvirkt velferðarsamfélag sem að byggi á skattheimtu þar sem að þeir leggi til sem að eru aflögufærir og ákveðnum jöfnuði sem tryggir öllum einstaklingum réttri trygglar fjárhagslegrar afkomu, aðstoðar og aðgerða sem miða virkri þátttöku allra í samfélaginu og á vinnumarkaði og réttindi og leið sveigjanleika á vinnumarkaði. Þetta hefur frá upphafi verið grunntónninn í starfsemi íslenskrar verkalýðshreyfingar og það er á þessum grunni sem við höfum starfað og munum vonandi starfa áfram. Og það er mikilvægt að átta sig á því að við berum virðingu fyrir einstaklingnum en það er allt annað heldur en einstaklingshyggja og það er alveg ljóst í mínum huga að einmitt þessi virðing og skilningur á hverjum og einum og réttindum hefur ekki síst haft mikil áhrif þegar kemur að baráttu fyrir jafnrétti kynjanna, þar sem við höfum náð verulegum árangri þótt enn sé langt í land. Við erum að tala samfélag sem fjárfestir í öflugri menntun og rannsóknum og þróun, í nýsköpun í atvinnulífinu sem er mikilvægt vegna þeirra áskorana sem við stöndum frammi fyrir sem samfélag og vinnumarkaður og launafólk. Við byggjum á þeirri grunnhugmynd að velferðin borgi sig, sama hvernig á það er litið, út frá hagsmunum einstaklingana, út frá hagsmunum atvinnulífsins og út frá hagsmunum samfélagsins alls. Og þannig tölum við félagslegt réttlæti sem er grundvallað á efnahagslegum stöðugleika. Við sem að þekkjum árin fyrir 1990 vitum að sá óstöðugleiki sem þá var, hann bitnaði mest á þeim sem að minnst höfðu á milli handana. Hluti af norræna samfélagslíkaninu er síðan norræna vinnumarkaðsmódelið. Það er mikilvægur þáttur í samfélagsgerðinni og skapar þá samkeppnishæfni sem að Norðurlöndin hafa sýnt á alþjóðavísu, ekki síst í þeim breytingum sem nú standa yfir. Það felur í sér öflug samtök launafólks og atvinnurekenda sem hafa umboð til þess að gera kjarasamninga. Það snýst skipulögð samskipti aðila vinnumarkaðarins sem byggja á jafnrétti og jöfnum möguleikum, þar sem að hvorugur aðilinn hefur yfirburðastöðu gagnvart hinum. Það byggir á að gerðir séu kjarasamningar og sett löggjöf sem skilgreinir réttindi og skyldur launafólks og atvinnurekenda, sem byggir á samræðu á fjölmörgum sviðum og sameiginlegum lausnum. Það byggir á sameiginlegri skuldbindingu og ábyrgð á vinnumarkaðnum og atvinnulífinu og það byggir, eins og ég segi, á samræðu og sameiginlegum niðurstöðum aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda.